We'd like to welcome you to our divine service. Við bjóðum ykkur velkomin hér á guðsþjónustuna í dag. We have a wonderful Sabbath day. The sun is out. Það er dásamlegu hvíladagur sem við höfum. Sólin skín. And let us feel the presence of the Lord as we worship Him. Við finna fyrir nærveru Drottins nú þegar við lofum hann og tilbyggjum hann. I have few announcements. Það eru nokkrar tilkynningar. We'd like to tell you about our thrift store, which is downstairs. It's open every Tuesday and Thursday from 2 to 6. Við erum með búð í kjallaranum á þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 6. And we also have a prayer meeting every Tuesday at 12. Og svo bænastund hér alltaf á þriðjudögum klukkan 12. And our soup kitchen is always open. I don't know until when. Súpustofan er opin klukkan 6. From 6 till 8. And it is open on until Tuesdays. this on Tuesdays and open until I don't know at the end of this month. Og opið til klukkan 8 kvöldi. 8 o'clock. Until this month. Okay. Yeah. So Það we'd like to spurning hvað við ætlum að hafa opið lengi. Yeah, we are all welcome. En Guðmundur veit það. Hvað er Guðmundur? And yeah. Hæ Guðmundur. Okay. Hvað er að hafa opið lengi? Til 8. Það verður að spyrja hvort það sé út allan mæ eða hvað, út í júni. Last Tuesday in May. We are going to finish. Okay, I just want to tell you about a concert that's going to be here today in the church. Ég langar til að segja ykkur frá tónleikum sem verður í kirkjunni í dag. You can buy tickets on tix.is. Það er að kaupa miða á Tix. Ég held að það sé búið að hægt að selja núna. Uppselt. Okay, then just Kannski ekki uppselt í vonið. then just come to the entrance and pretend that you're at the door. Komið þið bara hér klukkan 4 sem þessi tónleik verða. Okay, the other thing I wanted to say is that we are some people here in the church, and we just talked about this. This is really new, but we've talked about it before. Það er hérna eitt sem við okkur langar til að nefna. Þetta er eitthvað sem er alveg nýkomið á döfuna. Nýtt og gamalt. Já. We are some here that would like to participate in the run the 23rd of August. Það er nokkuð sem vilja taka þátt í marathoni í ágúst, 23. ágúst. So there are many runs. It's not only the marathon. Er það hérna dagurinn, hvað heitir það? Menningarnótt. Menningarnótt. Yeah, it's on Menningarnótt. So there is going to be a skemmtiskokk, which is, what is it, like 2 or 3 kilometers, and then there's a 5K, 10K, and then of course a marathon. Það er að fara í ýmiss konar marathon, bara 3 kilometra, 5 kilometra, 10 og svo er þetta bara fullt marathon. But I think it would be great if we as a group came up with, you know, maybe like Angelica was saying, maybe some t-shirts or... Það er gaman að við sem hópur getum komið og gert eitthvað sérstætt. Við kannski með hérna ból eða eitthvað sem með hérna... Yeah, maybe we want to, you know, advertise the soup kitchen or something else. Eða auglýsa súpustofun okkar. So, you know, we will talk more about this later. Just heads up. This is coming. Við munum tala þetta seinna, bara þetta er á döfinni. Sorry. That's fine. Okay. I have some more announcements. Okay. Yeah. Let's give. Það er svo mikið að segja. Við hérna viljum gjarnan nefna það að við erum með kvöldmáltíð næsta hvíladag. Er það 2003? Should I translate it in English? Is it 23rd or 20? Next Sabbath? Yeah, next Sabbath will be our 23rd. 24th, yeah. Next Sabbath we are having the Lord's Supper, the 24th of May, yeah. So we invite all of you to come and join us. Please, yeah, and we bjóða öllum að koma og vera með þá. Yeah, and then there is one more thing. There is one item more. I think it just would be fitting or good to bring that up right now.
that there are people that want to join the church. Við erum að tala flutning á safnaðarbréfi. Ég ætla að segja það fyrst á íslensku áður en við tölum það á ensku. Að við erum að tala flutning á safnaðarbréfi. Að það eru 2 einstaklingar sem hafa beðið það, eins og þið vitið, því að við erum búin að lesa þetta upp hér áður, að vilja færa sig til kirkjunar í Reykjavík. Það er en Ivo og en Angelica sem vilja koma hjónin og vera með okkur hér. Og við lásum þetta núna, það eru alveg 2-3 hvíldardagar síðan. Svo við ætlum bara að bera þetta undir atkvæði núna, eða allavega bara bjóða þið hjartanlega velkomin. Og má ég sjá hendur eitthvað sem vilja styðja það að Ivo, Kess og Angelica muni samin að söfnum okkar. Næstu ég að klappa fyrir þeim. Takk innilega. Welcome, Angelica. Fyrir ekki að ég á að segja þetta á íslensku, því hún er að læra íslensku, manneskja alveg hreint. We've just been voting in 2 new members in the church, which is our president and his wife, Ivo and Angelica. They have now joined the church in Reykjavík, so that's what we have been doing now. Thank you. I would like to welcome you with all our hearts. Já, við viljum sannlega bjóða þig velkomin. Okay, for our hymn, it will be found in number 68 for our next song. 86, sorry. 86. Það er hérna 86, salmur nummer 86. I'll sing with you. Let's bow down our heads for prayer. Við skulum biðja saman.
Our Heavenly Father, Himneski Fadir, we'd like to thank you for this wonderful Sabbath day that you have given us. Drottin, við þökkum þér fyrir þennan undursamlega hvíladag sem þú hefur gefið okkur And as we worship you this morning, og sem við nú tilbýðum þig í dag. we'd like to ask your thousands of angels to be with us. Við viljum biðja þig að kærleikur þinn og náð verði með okkur, Open our hearts as we receive your message, að þú ljúkir upp hjörtum okkar við meðtaka boðskap þinn and bless also our speaker as he speaks to og us. blessa þú ræðumannin sem mun tala til okkar And please forgive us from all our sins that we have committed against thee. og Drottin allt sem við höfum gert gegn þér. In Jesus' name we pray, Við amen. biðjum fyrirgefningu og biðjum í Jesú nafni. Amen. And for our tithes and offerings, Fyrir tíund og gjafir. I would like to inform you that we have our, how do you say this one? Posa. Posa? Posa. And poka, where you can put your offerings after the church. Við erum með póka hér fyrir í andirinu og líka posa, við viljum leggja inn fé, þá það vel þegið. Where you can send your tithes and offerings Þar after sem við the getum service. greitt tíund og gjafir. But let us pray for that. En við skulum biðja. Let's pray. Drottin, við biðjum þig, Gracious and generous Heavenly God, þú sem ert svo örlátur og gjafmildur faðir. thank you for everything that you have given us. Takk fyrir allt sem þú gefur okkur. And as we return for our tithes and offerings, Og nú ef við skilum tíund okkar og gjöfum, may you please bless the gift and the giver með þá blessa Drottin gjöfina og gjafaran and help us to have a heart of good stewardship. og Drottin að við mættum vera ráðsmenn, sannir ráðsmenn þínir. Thank you for loving us. In Jesus' name we pray. Við Amen. Drottin og þökkum fyrir kærleika þinn, við biðjum í Jesú nafni. Amen. For our scripture reading, Og ritningaversið. our scripture reading this morning Ritningaversið í dag is found in the book of Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Það í Galatabrifinu, 5. kafli, vers 22 og 23. And let me read it in English first. Já, The book of Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Galatabrifið 5, 22 og 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Let us all stand for prayer. Við skulum rísa á fætur og biðja. Let us pray. Biðjum, Dear God in heaven, himneski Fadir, we humbly come before your throne of við grace. komum í auðmýkt frammi fyrir náðastóli þínum. We praise thee, O God, Við lofum þig, Drottin, for all the beautiful things fyrir allt það undursamlega sem þú gefur that you've done into our lives. og sem þú hefur komið inn í líf okkar með. We thank you for the Sabbath. Þengjum fyrir hvíldardaginn And Lord, as we worship you today, og ef við nú tilbýðum þig í dag, Drottin, we ask that you will fill us with your Að- Holy Spirit. að þú takir við okkur, meðtakir okkur í Forgive us, forgive us, Lord. að þú fyrirgefur okkur, Drottin. In Christ's name we pray. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen.
For our next song, it will be found, and before they will give us the special song, let's sing hymn number 67. Áður en við fáum sérstakt tónlistaratriði sem kemur hér á eftir, þá ætlum við að syngja sálmur 67. This is my father's. I have a hard time. You tell me how we should have it. Blue skies and hills I feel so far away, and I wrote in my notebook that I've seen better days than the ones I've saw late. And I can't bear the way the rain rolls are pouring up, but when the pain I have left my bedroom in 76 days, I wish then would change. Losing faith, so I brought it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? Then he said to me, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan, so trust in the Lord in the watering can, and so I can't have peace. These flowers grow in the valley. So whatever the reason,
season, knowing that you're by my side every step of the way. And I'll be okay. So I bring it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? Then he said to me, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan. So trust in the night and the watering can, so I can have peace. 'Cause flowers grow in the valley. When I'm on that mountain, I'm looking down below. I see the valley of flowers. I needed time to grow, and I thank you for the rain. Burden days of pain. And I bring it up in a grateful prayer. Thank you, Jesus, for keeping me there. You know just what I need. And you're planting seeds. But you are a good God with a real good plan, and you hold my world in the watering can, so I can have peace. 'Cause flowers grow in the valley. 'Cause flowers grow in the valley. Yes. Praise the Lord. Lofum Drottin. Thank you, Venice and Amber, for the wonderful message in song. Þakka fyrir Vennis og Amber fyrir stórkostlegan boðskap í söng. Good morning and happy Sabbath to all of you. Góðan daginn og gleðilegan hvíldadag öll. The title of my sermon is Fruit of the Spirit, Og þetta titill predikunar minnar, það ávöxtur andans. living fruitfully with Christ and others. Að lifa með gjöfulu lífi fyrir Krist og aðra. My question is, Spurningi mín do you like eating fruits? finnst ykkur gott að borða ávexti? Well, at home, we enjoy eating fruits. Ég held að við öll kunnum að meta ávexti. Okay, fruit comes in a variety of shapes, sizes, textures, and flavors. Það alls konar bragð og útlit og form á ávöxtum. Farmers around the world work hard to develop and produce fruit that will tickle our tongues and gratify our senses of taste. Og menn sem rækta garða, þeir leggja sig fram við að framleiða ýmiss konar, margs konar ávexti. Some fruits are round, Sumir ávextir eru kringlóttir, such as oranges and blueberries. eins og appelsínur og bláber. Some are fuzzy and hairy. Some are fuzzy and hairy, like peaches and kiwis. Eru hærðir, eins og ávextir eru hærðir. Some are big, such as papayas and watermelons. Og svo eins og papaya og melónur með sæð innan í. Some are tart, like blueberries or cranberries. Sum eru harðir ávextir, eins og cranberry, sem veit ekki hvað heitir á íslensku. While others are sweet, like mangoes. Og svo eru sumir sætir, eins og mango til dæmis.
Producing fruit is not a simple undertaking. En það að framleiða ávexti ekkit auðvelt. Many of us just go to our local grocery store or market like Bonus, Kronan, Netto, Hagkaup, and the rest. Sum okkar förum bara í búð og kaupum eins og í Bónus eða Hagkaup eða Netto. Yeah, to purchase any fruit that is with a reasonable price. Og það hægt að kaupa þar á góðu verði. Okay, farmers, on the other hand, En bændur á hinn bóginn, they must plant, nurture, and cultivate the fruit that we enjoy eating. þeir þurfa að undibúa ræktunina á margvíslegan vegu. Today, I want us to taste a different kind of fruit En núna langar mig til þess að við athugum annars konar ávöxt that will delight our soul. sem hefur virkilega áhrif á hjarta okkar og sál. I believe that you have probably heard about this fruit many, many times. Ég veit að þið hafa ábyggilega heyrt þennan ávöxt oft áður. Maybe you have also memorized them. Kannski bara hafið þið muniði eftir öllu þessum lista af ávöxtum andans. But today, I pick again this amazing fruit En í dag langar mig til þess að við lærum svolítið þennan sérstaka ávöxt. and I want to share its sweet taste with all of you. Og mér langar til þess að deila þessu sæta bragði með ykkur öllum. In the Bible, there is this unique type of fruit Í Biblíunni þessi einstaki ávöxtur that is not available in Bonus, Kronan, or sem Netto. ekki hægt að ná í Bónus eða í Krónunni. In Galatians 5, verse 22 to 23, Í Galatabréfinu 5. kafla, 22. og 3. versi, Apostle Paul says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. og þá segir, Against such things there is no law." já, það talar Páll þennan ávöxt, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. In one of the sermons, I heard a pastor describe the fruit as one fruit with 9 flavors. Og ég heyrði prest halda ræðu þetta, þetta efni, og hann sagði að það er einn ávöxtur með 9, Yeah, 9 flavors. með 9 brögðum, getum við sagt það? It is one fruit with 9 flavors. Já, það er einn ávöxtur, en bragðið er nífalt. He also added in his sermons that the presence of these 9 flavors provides evidence that a person is being controlled by the Holy Spirit. Og hann sagði að þessi nífalda bragð, það sannar það að þessi persóna undir áhrifum heilags anda. The 9 fruits of the Spirit, which you can see there in the screen, Appears. appears in the screen. Þessi sjá hérna á tjaldinu, þá þessi ávöxtur nífaldur, 9 mismunandi ávöxtur. Are virtues that are cultivated when we are filled with the Spirit of Jesus in our hearts. Og þessi ávöxtur framleiddur þegar við erum undir áhrifum heilags anda í líf okkar. With that in mind, one by one, let us freshly consider and look at each of the 9 flavors of the fruit. Og nú skulum við skoða þessi mismunandi bragð á þessum ávexti. What it means and why it's so important. Hvað það þýðir í raun og hvers vegna þetta svona mikilvægt. The first fruit is love. Fyrsti ávöxturinn sem við nefnum kærleikur. The Bible's definition of love is very different from our world and culture's definition today. Og
lýsingin á kærleika í Biblíunni frábrugðin þeirri lýsing á kærleika sem við finnum í heiminum í dag. While many define love as romance or a warm feeling, Og það eru þeir sem myndi tala kærleika sem svona rómantíska tilfinningu, the eða Bible's heita tilfinningu. The Bible's definition is fundamentally active. En biblíulýsingin og skýringin virk. Based not in what we feel, but rather what we do. Ekki grundvallaði því sem við finnum í hjartanu, heldur frekar hvað við gerum. As part of the instruction, Jesus says, "If you love me, you will keep my commandments." John 14, verse 15. Jesus segir í Jóhannes 14:15, ef að þið elski mig, þá munið þið halda boðorð mín. The meaning of the passage Og innihald þessa texta is that obedience to Christ's commandments að það að hlýða boðum Krists, is both a sign and test of our love for him. að það bæði merki og líka bara sönnun þess að við elskum hann. This passage reminds us that we are first called to love God. Og þetta nefnir og bendir á að við erum fyrst og fremst kölluð til þess að elska Drottinn. Love God with all our heart, soul, mind and strength. Að með hjarta okkar og huga og fullum styrkleika ætlum við að elska hann. We are called to delight in God. Við erum kölluð til þess að vera alike. Delight in God. Já, við erum kölluð til þess að elska Drottinn og fá gleði í honum. Pursue him and give all we have for him. Og að gefa honum alla hluti í okkar lífi. God is worthy of our deepest affection and highest praise. Guð verður okkar mestu tilbeiðslu og fögnuði. Secondly, we are called to love each other. Og nummer 2, þá erum við kölluð til þess að elska hvort annað. As Jesus said in John 13, verses 34 to 35, it says, eins og Jesus segir í Jóhannesar Guðspjalli 13:34, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elski hver annan, eins og ég hefi elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á þann og á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Jesus commands us to love one another, both in our words and deeds. Og Jesus býður okkur að elska hvort annað bæði í orðum og líka í verkum. We are called to serve one another, bear each other's burdens, care for one another. Við erum kölluð til þess að elska hvert annað, til þess að bera byrðar hvers annars. Love is self-sacrifice. Og kærleikur sjálfsfórn. Putting others' needs before our own. Og að þarfir annarra koma á undan okkar eigin þörfum. Following Jesus' example. Og þannig fylgjum við fordæmi Jesú. Humbling ourselves as servants. Og að við erum þannig þjónar hvers annars. 1 Corinthians 13 verses 4 to 7 is a familiar passage that I know you know it, and maybe some of you memorize it. It is a passage or text in the Bible where it defines what is the real meaning of love. You just read it. Þetta fallegur texti sem við þekki hér í 1. Korinthubréfi 13:4-7. Kannski kunnið þetta vers utan bókar,
allavega lýsir þetta mjög vel kærleikanum. God gave us the Holy Spirit and poured His love into our hearts. Guð gaf okkur heilan anda og úthelti í hjörtum okkar anda sínum. To enable us to do the impossible, such as loving Him and others. Það fyrst að elska aðra fyrst áður en við elskum okkur sjálf. Therefore, walking in love is a fruit or product of the Holy Spirit. Og það að ganga í kærleika, það tákn ávöxt andans. He is the one who saturates our hearts with God's love. Og þannig bara verður hjarta okkar fullt af elsku hans og ást til hans. And empowers us to love others. Og það gefur okkur mátt og styrk og vilja til þess að elska aðra. I would say that just like a branch cannot bear fruit, þannig eins og greinin getur ekki borið ávöxt í sjálfum sér, unless it remains connected to the vine, nema því aðeins að sé í tengslum við stofnin. we will not walk in love Þá munum við ekki ganga í kærleika, unless we abide in Christ nema því aðeins að við séum í Kristi and yield our lives to Him. og gefum líf okkar honum algjörlega. Thus, fellow brothers and sisters, Þannig, bræður og systur, I encourage you and myself to þá ég að hvetja ykkur og sjálfa mig pick the fruit of love. til þess að styrkja og gefa næringu ávexti andans kærleika That flows from God's love sem flæðir frá kærleika Krists. and let us cultivate this fruit day by day. Og megi þessi ávextur okkar fá næringu dag eftir dag By abiding in Christ, með því að vera náin í Kristi by doing so, we become a blessing to others. og þannig verðum við blessun öðrum. Isn't that a lovely thing? Það ekki undursamlegt? Við setjum þetta í korfuna okkar. The second fruit is joy. Og ávöxtur númer 2 gleði. I want all of you to close your eyes in a few seconds Ég myndi biðja ykkur öll að loka augum ykkur bara í nokkrar sekundur and think of a time when something filled you with joy. og bara fá ykkur til að hugsa eitthvað tíma þegar eitthvað fyllti ykkur í gleði. While you were closing your eyes, Og meðan þið nú lokið augum, perhaps you thought of seeing a loved one þá kannski horfur eða sérðu fyrir þér eitthvað sem þú elskar. after not seeing them for a while, Og þú hefur kannski ekki séð þá einstaklinga í einhvern tíma. or eating your favorite ice cream, Eða þá að þið séu að borða uppáhalds ísinn ykkar. or receiving a surprise bouquet of balloons or flowers. Eða þið fáið blóm eða blöðrur að gjöf. And it wasn't even your birthday. Og það var ekki eins og afmælisdagur þinn. Maybe you receive a promotion at work, Kannski fékkstu fram að þú fékkst stöðuhækkun í vinnunni. or it was the birth of your child. Eða það var fæðing barns þíns. Do you feel the flood of happy emotions filling your soul right now? Finnurðu að gleði flæðir yfir hjartað þitt í dag? Dictionary defines joy as the emotion of great delight. Og það að gleði eitthvað sem uppfyllir hjartað þitt af innilegum þakklæti. Or happiness caused by something exceptionally good. Hamingja, eitthvað sem einstaklega gott. Or satisfying. Einhver upphafinn fögnuður. You feel elated. Og bara djúp gleði. Keen pleasure. Og það eitthvað sem hefur eitthvað djúpt viðvarandi innri gleði.
These definitions of joy are simply delightful and wonderful. Og lýsingin á gleði eitthvað sem innilegt og dásamlegt. Yet, what makes the joy that comes from having Jesus in your heart an exceptional and unique experience? En það að finna fyrir Jésu Kristi í hjartaðinu eitthvað sem alveg einstök upplifun. Is that it goes beyond the moment. Að það einhvern veginn fer alveg umfram þetta tilvik sem þú ert að ganga í gegnum. To be sure, this kind of joy stays with us regardless of what someone may or may not do. Og þessi gleði hjá okkur í lífi okkar alveg þrátt fyrir hvað einhver einstaklingur að gera í lífi okkar eða við okkur. This joy is not on the surface only, Þessi gleði ekki bara á yfirborðinu, but rather one that remains in us because we are filled with the Spirit of Christ. en eitthvað sem viðvarandi hjá okkur vegna þess að við erum uppfull af anda Krists. This is the kind of joy Jesus was referring to when he said to his disciples, Og þetta þannig gleði sem Jesus talaði þegar hann talaði við lærisveina og sagði in John 15 verse 11 it says, í Jóhannes 15:11 stendur: "These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full." Og það stendur hér: Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, this is not it. Yeah. John 15. Verse Okay, 11. sorry, I took the wrong one here. Ég lesa þetta. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. It is a joy that is implanted deep within us, Þetta gleði sem djúpt, rótfest djúpt til innra með okkur, so that we can brighten our room with joyful attitude. svo við getum haft áhrif bara allstæðar sem við komum með einhverja gleðilegt viðhorf. We can make others happy around us, Við getum gert aðra glaða sem í kringum okkur. and our attitude gives hope to others. Og þetta viðhorf okkar gefur öðrum von. Joy goes far beyond merely being happy. Og gleði fer langt umfram það bara að vera glaður eða skemmta sér. In fact, it is impossible to have joy when life is hard. Og það möguleiki að hafa gleði jafnvel þegar lífið erfitt. But Psalms promise that we can have joy even when we walk through the valley of shadow of death. En Sálmur 23 segir að við getum jafnvel þegar við förum í gegnum dimman dal átt gleði. Because the Lord is our shepherd. Því að Drottinn hirðir okkar. He is caring for us and guiding us. Hann sér okkur og leiðbeinir okkur. Choose the fruit of joy in your life today. Veldu ávöxt gleðinar í lífiðinu í dag. Sing songs of gladness Syngdu gleði söngva and worship as you allow the Spirit of God to fill your hearts with His everlasting joy. og tilbyttu Guð og þakkaðu fyrir það að hann vil gefa þér eilífa gleði. If you struggle to have joy, Ef að þú átt í erfiðleikum með að finna til gleði, ask the Lord to produce this fruit of the Holy Spirit in you. byttu þá Guð að framleiða þennan ávöxt í lífiðinu. Þá förum við með þennan í körfun okkar. Peace is the third portion of the fruit of the Spirit. Og friður þriðja atriðið hér á þessum ávöxtum. Every human heart yearns for it.
og allt hvert einasta hjarta, mannshjarta, þráir frið. The Hebrew word for peace is shalom. Og hebreska orðið shalom, fyrir frið. Shalom is still used today as a traditional greeting among many Jewish people. Og þetta auðvitað bara venjuleg kveðja hjá mörgum gyðingum. And it is used to convey a wish for prosperity. Og þetta bara þarna ósk velmegun, Well-being, vellíðan, success, árangur, harmony amongst friends and family, samhljóm innan fjölskyldunar unity among the nations, og líka einingu innan þjóða and many other blessings. og margs konar annar blessun sem kemur í kjölfarið. In Galatians 5 verse 22, peace Gal- is referring to a condition of wholeness. Í Galatabréfinu, þarna 5:22, þá það beðið heildræna þekkingu eða skilning. And well-being that includes both a right relationship with God and loving harmony with others. Að það tvöfald gleði í því að eiga innilegt samband við drottning Guð og einnig samfélag við fólk kringum okkur. In Romans 12 verse 18, Paul reminds us, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all people. Páll segir í Rómarbréfinu 12:18, þar stendur 12:18, fyrirgefðu, hafið frið við alla menn að því leyti sem það unnt og á yðar valdi. Já. This passage finds the Apostle Paul is speaking about the importance of loving even when one is being treated badly. Og það það sem Páll að tala hérna, jafnvel þegar við stöndum í erfiðleikum eða okkur hafi farið illa með okkur, að þá ætlum við að sýna kærleika og vera í friði. Furthermore, he also tells us how the people of God, those filled with his spirit, Og það hann líka að segja það að fólk Guðs og hann þeir einstaklingar sem eru fylltir anda hans, anda Guðs, those filled with his spirit should behave. þannig við að tala hegðun og framkomu þess fólks sem fyllt af andanum. Never repay evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all people. Ekki endurgjalda illt með illu, heldur að virða og að bera fullkomna virðingu fyrir því sem hver og einn kemur fram með. Paul makes clear that instead of hostility, anger, and conflict, the person who is filled with God's Spirit will produce the fruit of love displayed in a spirit of peace. Páll að segja það að hann gerir það skýrt fyrir okkur að read that again. Anger and conflict. Að þegar hérna anger and conflict, þrátt fyrir erfiðleika og reiði og átök, að það sá einstaklingur sem fylltur heilugum anda hans mun framleiða ávöxt kærleika og sýna það í þann anda í friði.
Just take shorter sentences, then I will try to do this. Ellen White says, surround your soul with an atmosphere that will strengthen its spiritual life. Cultivate faith, hope, courage, and love. Let the peace of God rule in your heart. Og Ellen White segir, umkringdu sál þína andrúmslofti sem mun styrkja andlegt líf. Ræktaðu trú, von, hugrekki og kærleika. Láttu frið Guðs ríkja í hjartaðinu, segir hún. When we are at peace with God, Þegar við eigum frið með Guði, the Holy Spirit will lead us to be peaceful and patient toward others. þá mun Guð leið okkur til friðar til þeirra sem í kringum okkur eru. Because the God of peace will be with us, Því að Guð friðarins mun vera með okkur. we will not be quarrelsome and vengeful toward others. Við munum ekki vera árásargjörn eða lenda í ófriði við þá sem í kringum okkur eru. Instead, we will seek to live as peacefully as possible with everyone. Í stað þess munum við reyna að vinna í og lifa í friði við sem allra flesta og alla. So today, I encourage you to pick the fruit of peace, Svo að nú þá hvet ég ykkur til þess að taka ávöxt friðarins, not only about difficulties that you might be facing, þrátt fyrir kannski erfiðleika sem þú getur verið að horfast í augu við, but a relationship of peace with everyone. en eiga í náið samband friðar við sérhvern mann. Patience defines in the dictionary as the quality of being patient. Og þolgæði eða langlindi í orðabókinni talað sem eiginleiki þess að vera þolinmóður. As the bearing of annoyance, misfortune, or pain without complaint. Það eins og að þola andspyrnu og ógæfu eða sársauka án þess að kvarta. It is the ability or willingness to suppress restlessness. Svo það sá hæfileiki að geta að þola þrátt fyrir erfiðleika. Okay. Wow, it would really be something if each one of us could live our lives within the boundaries of these definitions of patience. Svo að það væri undursamlegt ef við öll okkar gætum lifað lífi okkar innan þessa umhverfis þolgæðis og langlindi og þolinmæði eins og við tölum hér. But as humans, there are moments in our lives that sometimes we react like this. En það þetta möguleiki að við munum bregðast við á þennan hátt í lífi okkar. Oh, how hard it is to be patient. Að það getur verið bara mjög erfitt að vera þolinmóður. It's so hard to wait, isn't it? Að það svo erfitt að bíða eftir því sem við þurfum að fá. Especially when we are waiting for something really important. Sérstaklega við erum að bíða eftir ykkur sem svo gríðarlega mikilvægt í lífi okkar. But the good news is, if we have the Holy Spirit in our hearts, En í góðu fréttirnar ef við höfum heilagan anda í lífi okkar, í hjarta okkar, the Holy Spirit will help us to produce patience in us. Að þá mun heilagur andi hjálpa okkur að framleiða þessa þolinmæði og þolgæði í lífi okkar. When you're sitting in traffic, Þegar þú situr í umferðarteppu, the Holy Spirit is using that to produce patience in you. að þá viti menn, Guð, heilagur andi að nota það til þess að þjálfa okkur í þolinmæði. When your children aren't listening to you, Og þegar börnin þín ekki að hlusta á þig, God is using that to produce the fruit of the Spirit in you. og þá Guð að nota það tækifæri til þess að þjálfa þolinmæði í lífið þínu.
If you are waiting for God to bring you a husband or a wife, ef að þú ert að bíða eftir að Guð gefi þér eiginmann eða eiginkonu, God is producing the beautiful fruit of patience in you. að þá Guð að undirbúa og framleiða þennan undursamlega ávöxt þolinmæði í lífið þínu. While some may think developing this kind of patience is impossible, Og sumir getur haldið að framleiða þannig ávöxt eiginlega ómögulegt, based on their current situations, based on líka bara í þeirri kringumstæðum sem við erum í akkurat núna, we are reminded by Jesus þá erum við minnt á það hjá Jesú, has to say about this kind of thinking. að við höfum þennan sérstaklega hugsun í lífi okkar. With people it is impossible, but not with God. Hann segir við hjá fólki, manninum þetta ómögulegt, en ekkert Guði ómögulegt. Jesus says in Mark 10 verse 27, for all things are possible with God. Í Markúsa Guðspjalli stendur, ekkert Guði ómáttugt. Ellen White says, if impatient words are spoken to you, never reply in the same spirit. Ellen White segir, ef óþolinmóð orð eru sögð við þig, svaraðu þá aldrei í sama anda. We are also reminded by the wise counsel of Scripture found in Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Og það stendur í Orðskviðanum 15:1, og það að blítt andsvar, það sendir burt reiði, en hörð orð, þau æsa upp reiði. Fellow brothers and sisters, let us allow patience to help us, let us allow God to help us develop greater patience in our relationship or response to others. Drottinn, vilt þú gefa okkur anda þolinmæði og blíðs viðhorfs í líf okkar, og það sá ávöxtur mætti vaksa í okkar lífi. Kindness and goodness. Og gæska og góðvild næst. Kindness is the quality of being generous, considerate, and friendly. Og gæska og góðvild, það þetta örlæti og yfirveguð afstaða og vingjarnleiki. There are many ways to practice kindness. Það eru margar leiðir að láta gæsku og góðvild vaksa í líf okkar. Such as opening a door, sharing food with someone. Það bara einfalt að opna dyr fyrir einhvern eða deila fæðu með einhverjum. Or just simply sharing a smile. Or simply sharing a smile. Eða bara það að brosa fyrir framan einhvern. In Ephesians 4 verse 31-32, í Efesusbréfinu 4:31-32, it says, all bitterness, wrath, anger, clamor, and slander must be removed from you, along with all malice. Be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Og það stendur, þetta 31, I'm trying to see it here. Wow. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlæg yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður.
Jesus practiced kindness every day in a very bold and radical way during his time. Í gæska og góðvild kom fram í lífi Jésu okkur einasta degi og ávallt í lífi hans. His kindness often extended to the least of the people in the community. Og hann kom þannig fram við jafnvel þá allar lægstu og minnstu í samfélaginu. We know very well the story of Jesus, Við þekkjum vel söguna Jésu, how kind he was. hver góðviljaður hann var. If God has been so infinitely kind toward us, Ef að Guð hefur verið þannig góður í garð okkar, shouldn't we be kind toward others? ættum við þá ekki einnig að koma þannig fram við aðra. If God has been so merciful and forgiving toward us, Ef að Guð hefur verið þannig náður og gjafmildur í okkar garð, shouldn't we be the same toward others? ættum við þá ekki einnig að koma þannig fram við aðra. We serve an incredible God Við þjónum undursamlegum Guði who is very kind, sem er svo góðviljaður í okkar garð and loves to bless us. og þráir og elskar að blessa okkur. And we should reflect that same kindness too. Og við ættum að sýna samskonar góðvild í garð annara. As for the virtue of goodness, Og as for the virtue of goodness, þessa gæsku sem við finnum í góðvildinni, it literally means godliness, to be like God. að það þýðir í raun að vera eins og Guð, á sama hátt og Guð er. Holy, pure, and righteous. Að heilagur, hreinn og réttlátur. Goodness is about having the character of Christ. Og gæska það að hafa einlega lindisenkun Krists. Of course, goodness is not just doing kind or good acts. En góðvild auðvitað ekki bara það að koma fram á sérstakann góðan hátt. Practicing goodness needs to become a way of life. En það að koma góðu fram Needs to become a way of life. It should be practiced. Let us practice good. It's not just like doing kind or good acts, but it's a way of life. Já, þetta er auðvitað bara lífsmáti, líf sem þú lifir í gæsku. Today, God is reminding us to choose to water the fruit of kindness and goodness in our hearts. Guð er að óska þess í lífi okkar hér og nú í dag að við erum að vökva þennan ávöxt gæsku og góðvildar í lífi okkar. So now let us add and put goodness and kindness in our basket. Mættum við einmitt vökva og rækta þannig ávöxt í líf okkar, gæsku og góðvild. Okay. The seventh fruit of the Spirit is faithfulness. Og sjöundi ávöxturinn sem við tölum það er trúmennska. You will see in the screen the definitions of faithfulness. Og þarna kannski lýsing skilgreining á trúmennsku. True faithfulness in our relationship with others is fueled by God's love in us. Þetta auðvitað byggt upp á kærleika Guðs í lífi okkar. Each time we keep our promises to one another, Hvert skipti sem við höldum lofar í garð hvers annars, and are loyal to each other, og erum holl hver öðru, it demonstrates the fruit of God's love in our hearts. að það bara endurspeglar þennan ávöxt í lífi okkar. Yes, faithfulness is only faithfulness En trúmennska auðvitað bara trúmennska when we continue to grow in our daily walk with Jesus. að það ef að okkar daglega ganga með drottni
raunveruleg. and live a life compatible with His teachings. Og við lifum lífi sem í samhljóman við líf hans. And this is achievable if we are filled with God's Spirit. Og þetta möguleiki ef við erum fyllt með anda Krists. So pick the fruit of faithfulness today, Svo hér ávöxtur trúmennskunar, not only in the easy matters of our relationship with others, ekki bara í því sem einfalt í tengslum við líf annara, but also in the more difficult and challenging ones. en líka varðandi það sem töluvert áskorun og erfiðara, That demonstrate our choice to walk with Jesus. sem endurspegla það val okkar að ganga með drottni okkar. Second to the last fruit is gentleness. Og næst síðasta ávöxturinn sem við tölum hógværð. Gentleness has a special quality that is often included with other virtues fueled by the love of God. Og það eitthvað líka sem tengist mjög mikið kærleika Guðs. We think that if we want to get something, we must be loud, brash, and forceful. Stundum teljum við að ef við ætlum að ná einhverjum árangri þá þurfum að vera mjög ákveðin og ganga fram að hörku. As believers, we are called to be gentle toward one another. En við sem trúað fólk erum kölluð til þess að vera hógvær og auðmjúk í garð annara. Proverbs 15 verse 4 says, Í orðskveðunum 15:4 stendur, a wholesome, gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. og það stendur, 4. versin, hógværð tungunar lífstré, en fals hennar veldur hugarkvöl. A family of gentle speech, a church where people speak kindly, Fjölskylda það sem við talað rólega og í friðsæld og líka innan safnaðar, það sem þannig fólk talar á viðkvæman og fallegan hátt. an office or workplace with such gentle conversation Eða vinnustaður það sem talað á hógværð og friðsamlega, is like a garden of paradise, að það bara eins og himnaríki, eins og Edengarðurinn, where one would want to live forever. það sem einstaklingar vilja fá að vera bara að búa alltaf. When we speak and act gently toward one another, Þegar þau talað friðsamlega og vingjarnlega til hvers annars, not being harsh, án hörku, it gives life. það gefur framleiðir það og leiðir af sig kærleika. Isn't that perfect? Það fullkomið. And then self-control, the last fruit. Og svo síðasti ávöxturinn sjálfsagi. It is self-explanatory. Og það eitthvað sem skýrir sig sjálft. The person who bears this fruit Og einstaklingur sem hefur þennan ávöxt að bera is best described as someone who lives in his or her circle of control. að það best kannski lýst með því að það sé eitthvað sem býr og lifir innan sjálfstjórnar. It is the ability to say yes to things that are good and no to things that are wrong. Það hæfileikinn til að segja já við það sem gott og nei við það sem rangt og að hennu illa. We must be self-controlled in every area of our lives. Við þurfum að hafa sjálfstjórn í hverju öllum kringumstæðum lífs okkar. Including the things we say, líka varðandi það sem við segjum, we watch on television or on our cell phone, það sem við segjum
líka á símanum hjá okkur what we think about, og líka í hugsun okkar. how much we eat, Og hve mikið við borðum and many other areas. og margar aðrar kringumstæður. So again, let us pick the fruit of gentleness Svo, and self-control today. svo ættum við að líka að rækta með okkur ávöxt hóvarðar og sjálfsaga. Now our basket is full. Nú karfan full A while ago, it's not appetizing to see. og hérna fyrir augnabliki síðan þá var ekki mikið að vera þar. Just as the same as this basket, if we filled our hearts with the fruit of the Spirit, Þannig að við fyllum körfu okkar af ávöxti andans, you can see the Oh. difference. þá sjáum við munin. It is very colorful, Það eru beautiful, margir litir, það fallegt delicious to see, appetizing. og þetta hérna eitthvað sem listugt. God wants us to have this fruit of the Holy Spirit. Og Guð biður þess og óskar þess að við eigum þessa ávexti andans. That we may become a blessing to others. Þannig að við mættum verða blessun öllum sem við umgöngust. Other people will see Jesus in us. Aðrir einstaklingar munu finna og sjá Jesús í lífi okkar. Yes, we are expected to produce this fruit. Það ekki stórkostlegt og einstakt að fá að framleiða þennan ávöxt? But you may be thinking, En þú getur kannski hugsað, hey Lani, that's difficult to do. Lani, þetta þetta mjög erfitt. Yes, I know, I feel you. En hérna, ég veit það og finn fyrir því líka. Me too, I am struggling. Ég líka verð fyrir truflunum. There are moments in my life that loving, being patient, Það í augnablikki lífi mínu það að vera elskurík og þolinmóð, making peace to Og the það vera- person who hurt me, vera friðflytjandi og gefa frið þeim sem kannski hafa sært mig, is very hard and difficult. getur verið bara mjög erfitt. But as a weak person, I realize En sem veikur einstaklingur þá gerir mig grein fyrir that I cannot really produce the spirit, the fruit of the spirit, just by my own að strength. ég gerir mig grein fyrir að ég á engan hátt get framleitt þessa ávexti, þennan ávöxt í eigin mætti. Especially in moments or in times of negative situations. Sérstaklega ef eitthvað neikvætt bregður við kemur inn í lífið. But as I opened my Bible, En sem ég opna ritninguna John 15 verse 5 comforted me. að Jóhannes 15:5 hérna hvetur mig. Jesus said, I am the vine, you are the branches. He That's- who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Og þar stendur, segir Jesús, 5. versi hérna, ég vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. We can truly be loving or patient, Við getum verið elskurík og þolinmóð have real joy or peace in our lives og eiga mikinn gleði og frið í lífi okkar if we are apart from Jesus. ef við erum í tengslum við Jesú. But God wants you and me En to Guð, let his spirit fill us. en Guð þráir að láta anda sinn fylla okkur. So let us allow God and trust him that he can make our character as colorful, sweet, and delicious as these fruits. Við byggjum þess að Guð gefi okkur líf sem jafn litríkt og bragðast vel eins og þessi ávaxtakarfa hér. Like the Bible says, Eins og Biblían segir, he has made everything beautiful in its hann time. hefur skapað allt undursamlegt í lífi okkar. Let us pray. Byggjum. Our most gracious and kind Heavenly Father, Himneski Fadir, thank you so much for the message. þakkaði Drottinn fyrir boðskapin sem við finnum. Lord, we ask you to fill us with your Holy Spirit. Drottinn, við byggjum þess að þú fyllir okkur heilugum anda þínum.
may we, so that if the Holy Spirit is in us, Þannig að heilagur andi komi þar inn we can produce all these virtues. og við getum uppfyllt alla þessar jákvæðu hluti í lífi okkar. So that others will see Jesus in us. Þannig að aðrir mættu sjá Jesú í lífi okkar. Help us to become blessings to other people. Drottinn, mættum við verða blessun öðrum. Thank you so much, Lord. Við þökkum þér svo innilega. In Jesus' name, Í amen. Jesú nafni, amen. May our hearts be like this basket full of color, fresh and delicious fruit is starting today. Mættu hjarta okkar vera uppfull af fallegum ávöxtum eins og við sjáum þessa körf í dag. May God bless us all today. Guð blessi okkur öll í dag. Again, happy Sabbath and God bless you all. Og gleðilegan hvíladag aftur og Guð blessi ykkur öll. Thank you, Lani, for this wonderful message. Takk Lanni fyrir þennan frábæra boðskap And hope we will be filled by the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. og mætti heilags andi fylla okkur And, ávöxtum sínum. and so that we may be a blessing to the people around us. Þannig að við mættum verða blessun þeim sem við umgöngumst. So for our closing song, Lokasálmurinn, our hymn number is 210. það er 210, sálmur 210. We will sing the first, second, and the fifth stanza. Syngjum fyrsta, annað og fimmta vers. Amazing grace. Thank you, Lani, for the wonderful message. Takk Lanni fyrir góðan boðskap Thank you also, Pastor Eric, for the translation. og fyrir þýðingu. Thank you, Maria, for accompanying the music. Takk María fyrir að spila fyrir okkur. And thank you, Dexter, for our online support. Og Dexter sem búinn að magna þetta upp fyrir okkur og senda þetta út. And I would like to thank you once again for being with us this Sabbath day. Og takk innilega aftur fyrir að koma og vera með okkur hérna þennan hvíldadag. And may we are filled with the Holy Spirit. Og mættum við fyllast heilum anda eins og höfum talað um.
Okay, let us all stand for the benediction. Drottning blessed dig och vartvidigt dig. Drottning laute sina asjoner lysa över dig och säg till er nådegod. Drottning upplyfte sina och lyfte över dig och gav er frid. Amen. Og så bjóðum við öllum að koma hér inn og borða með okkur á eftir. Everyone is invited to come and join a meal with us.